bresk lögfræðiskrifstofa sem skilanefnd Kaupþings fékk til að kanna möguleika á málsókn á hendur breska ríkinu vegna yfirtöku Breta á Singer og Friedlander hefur ekki fengið þau gögn sem hann hefur óskað eftir vegna málsins. Frestur til að höfða mál vegna yfirtökunar rennur út eftir 3 vikur og í tölvupósti sem Kastljós hefur undir höndum óttast breskur lögmaður skrifstofunar að eina tækifæri Íslendinga til að fá úr því skorið hvort aðgerðir Breta í málinu væru réttmætar sé að renna út. Helgi Seljan skoðaði málið. Breska lögmannsstofan Grunberg Mokata Rakísson var miðjan október falið það verkefni af hálfu skilanefndar Kaupþings að kanna lögmæti yfirtöku dótturfyrirtækis Kaupþings, Singer og Friedlander sem bresk yfirvöld stóðu fyrir 8. október. Í fréttatilkynningu frá lögmönnum fyrirtækisins töldu þeir mikinn vafa leika á því hvort aðgerðir Bretana væru í samræmi við þarlend lög og að líkur væru á því að hægt væri að krefja bresk yfirvöldum skaðabætur. En 20 milljarðar voru í sjóðum Singer og Friedlander. Í tölvupósti sem Kastljós hefur undir höndum og sendur af lögmanni breska lögfræðifyrirtækisins fyrir 2 dögum lýsir hann yfir þungum áhyggjum af gangi mála vegna fyrirhugaðrar málsóknar. Þar segir hann meðal annars frá því að þrátt fyrir beiðnir þarum hafi hann ekki enn fengið gögn sem hann hafi þurft og lýsir hann jafnframt því hvernig hann hafi hitt fulltrúa úr viðskiptanefnd Alþingis vegna málsins en án árangurs. Hann lýsir sömuleiðis hvernig 3 mánaða frestur til að sækja málið sé að renna út þann 7. janúar og að hann óttist að tækifæri til málsóknar gæti verið farið forgörðum ef ekkert farið að gerast. Magnús Árni Skúlason, hagfræðingur hjá Reykjavík Economics, hefur verið í samstarfi við bresku lögmannsstofuna vegna málsins. Hann tekur undir áhyggjur Bretans. Það hefur lítið gerst. Við höfum farið fram fyrir viðskiptaráð þingsins hefur tekið á móti okkur, formaður viðskiptanefndar þingsins ætlaði út af okkur fund með viðskiptaráðherra. Af því hefur ekki orðið. En þannig bara mál með vexti að það eru það ströng lög skilanefndir og hvernig þeir með útdeila fjármunum. Það í raun og veru þarf að koma viljayfirlýsing frá yfirvöldum til fjármálaeftirlitsins og fjármálaeftirlit þarf að beina því til skilanefndarinnar að sé vert að skoða þetta mál. Nú er þetta mál í algjöru uppnámi og áfrýjunarfrestur rennur út 7. janúar næstkomandi og þá er málið dautt og horfum alla framtíð. Það eru miklu fjármunir í húfi. Heildareignir Kaupþings voru eitthvað 43 milljarðar punda síðustuliðin áramót og til samanburðar voru skuldir ICEF eitthvað 4,5 milljarðar, 10% heildar upphæðinni. Kaupþingar búin að gera samninga að skoða málið, hins vegar það náttúrulega meiri fjármunni inn í málið, eðlilega, til þess að fara alla leið með það og skoða gögn og til þess þarf náttúrulega aðeins að þarf að koma í raun og veru beiðni frá fjármálaeftirlitinu að skoða þau mál. En það verðist vera sem svo að ríkið heldur í raun og veru að til sem ég talaði innan stjórnkerfisins halda í raun og veru að hluthafinni geta farið í mál. Þetta er að útskýra það. Þá náttúrulega eru hlutafé, náttúrulega áhættufé og það kemur síðast og eftir í raun og veru lánadrottnum, innlánseigendum og víkjandi lánum. Þannig að hlutafé kemur síðast í röðinu til að fá greitt upp. Það er mögulega einhver skaðabótaskylda en bankinn sjálfur, Kaupþing, ætti í raun og veru að fara í mál. En til þess verður sem í raun og veru undir stjórn ríkisins eða undir stjórn fjármálaeftirlits í dag, þá þarf í raun og veru fjármálaeftirlit að íta á það. En það hefur engan árangur borið að fá fund hvorki með viðskiptaráð þessu mál og formaður viðskiptanefndar ætla að íta á það, en það hefur ekkert gerst. Og það er meira mánuði síðan. Helgi Ás Gretarsson, lögfræðingur hjá Lagastofnun Háskólans, telur málsóknina nauðsynlega. Og ég tel sem sagt eðlilegt og brýnt að sé fengið að viðeigandi breski lögmenn fái öll gögn til þess að leggja mat sitt á málið og eftir atvikum, eftir að þær upplýsingar liggi fyrir, að málið sé höfðað innan frests ef sú ákvörðun er tekin. Heldur að þetta sé eina leiðin sem fær réttarfarslega? Ég skildist af virtum bresku lögmanni að þetta væri eðlilegasta leiðin vegna þess að þá er bara verið að fyrsta lagi að prófa það hvort að þessar athafnir verður löglegar eða ekki. Ef að menn ætluðu að fara seinna í skaðabótamáli eða eitthvað slíkt, þá verður það hugsa ég að yrði erfiðara viðureignar. Þetta er bara sú leið sem þeir telja vera skynsamlegasta og að þá gildi þessi frestur. Og vegna þess að leið og þú bara getur deilt lögmætið, þá er meiri líkur að þú fái skjótari niðurstöðu bara það atriði. Það er svo annað mál hvort að það sé hægt að fá skaðabætur. En það bara skiptir máli fyrir okkur sem samfélag að fá úr því skorið, var þetta löglegt eða ekki? Og það hefur ekki, eins og ég skilur máli, tekist að fá gögn
viðeigandi gögn til þess að málið sé lagt mat. Þannig að það er náttúrulega undirstöðu atriði til þess að það sé eitthvað vit í lögfræðiáliti eða ráðgjöf að öll gögn, viðeigandi gögn séu tiltæk. Kastljós náði ekki tali af formanni skilanefndar Kaupþings vegna málsins en hann mun vera erlendis. Hins vegar sendi upplýsingafulltrúi forsætisráðherra frá sér eftirfarandi yfirlýsingu vegna málsins. Breskar lögmannsstofur hafa í umboði íslenskra stjórnvalda og fleiri farið yfir beitingu hryðjuverkalagana gagnvart Íslendingum og íslenskum fyrirtækjum með málsókn fyrir augum. Íslensk stjórnvöld hafi í engu afsalað sér rétti til málshöfðunar og enga ákvörðun tekin að fara ekki dómstólaleiðina. Telli þau hana færa, segir í yfirlýsingu upplýsingafulltrúa forsætisráðuneytisins.